Þá það næsta kynning og eins og ég nefndi áðan þá eru þær 4 sem ætla að fara með þessa kynningu saman og það verður eitthvað flæðið á milli. Þetta verður geggjað. Og það fyrst hún Eydís Salóme hjá Hafrannsóknastofnun, svo það Þóra frá Náttúrufræðistofnun, Svafa frá Veðurstofu Íslands og svo síðast en ekki síst hún Hrönn frá Hafró. En bið hana Eydísi, gjör svo vel, velkomin. Takk fyrir. Já, nú má ég passa með að reka mig í vaskglasi mitt. Ég heiti Eydís og ég ætlaði að halda áfram messunni hérna mataáhrifum framkvæmda og starfsemi á vatnsflot og þetta verður einhvern veginn mjög flæðandi hérna, við þurfum aðeins að finna út bara hvernig þetta gengur. En megin tilgangur fyrirlestursins semst ekki að læra allt áhrifamat, heldur að öðlast aðeins betri skilning á tilgangi með slíku mati og uppbyggingu. Það náttúrulega búið að segja það sem ég ætlaði að segja mörgu sinnum núna þegar, þú veist, þetta flæðirit og allt þetta, en við þurfum að vinna okkur aðeins í gegnum það. Svo ætlaði að koma svona einhver dæmi bara hvernig hægt að gera áhrifamat og hvað maður þarf að hafa í huga. Svo verður að því að ég ætlaði að gera ráð fyrir að þessi margir verkfræðingar hérna, en þá verðum við að tala áhrif ýmissa álagsþátta á lífríki. Og ég ekki líffræðingur heldur jarðfræðingur og ég þurfti svo sannarlega á því að halda þegar ég byrjaði að vinna á Hafrannsóknastofnun að læra að horfa á bara þessa físísku og kemísku þætti varðandi ár og vött sem hafa verið minn svona helsti vettvangur og tengja við lífríkja því að þetta allt svo samhangandi og eitthvað sem að mér fannst það sem ég var að horfa á með mínum gleraugum þá var kannski ekki alveg alltaf það sem að líffræðingarnir, félagar mínir voru að sjá. Þannig að við þurfum að geta sett upp gleraugu til þess að sjá hvort tveggja. Svo ætlum við að fara áfram í vatnsformfræði. Vatnsformfræði þetta er svona fullt af nýyrðum í þessu lagabálki og vatnsformfræði er eitt þeirra. Við ætlum að læra hvernig maður getur metið vatnsformfræði í ferskvatni og sjóárásum. En þetta leiðbeiningaskjal sem er hérna á glærunni er okkar leiðarljós í gegnum þetta allt saman. En til að byrja með þá ætlum ég bara að byrja hérna við umhverfisþættir sem að svona frá náttúrunnar hendi. Þegar vatn annars vegar, þá erum við annars vegar svona vatnafar sem eru þá rennsli og rennslisættir og vatnsgæði, þetta myndar svona umhverfi sem að styður við það að samfélag lífverur geta þróast og þroskast og þrifist. Og þegar vatnafar og vatnsgæði eru bara eðlilega og náttúrulega þá verður til einhvers konar umhverfi þar sem að aurframburður, hitastig og sjóndýpi, framburður upplýstra efna, þetta allt í einhvers konar jafnvægi við þetta náttúrulega óraskaða umhverfi og samfélög lífvera eru bara alveg í samræmi við það umhverfi. Og þetta getur skapað þá heilbrigt vistkerfi sem að er sjálfbært og sveigjanlegt og getur staðið undir vistkerfisþjónustu sem að við nýtum okkur. En svo það víst þannig að þar sem við komum, menninir, þar höfum við áhrif og víða hefur orðið röskun á vatnsgæðum, til dæmis vegna landbúnaðar, fráheitu og iðnaðar. Og þá eru vatnsgæðum kannski stefnt í hættu og eins hefur víða orðið röskun á vatnafari, til dæmis vegna virkjana sem við þekkjum mjög vel hér. Þar sem búið að taka vatn úr farvegum, færa það í veituskurði í gegnum virkjanir og þannig verður oft uppbrot á samfelli og mikla breytingar á umhverfi og vistkerfinu sem þar er. Í rauninni tilgangurinn með þessum fyrirlestri er í rauninni að benda á að maður getur haft áhrif bæði á vatnafarið og á vatnsgæði og við getum fara að raska þessum umhverfisþáttum sem að skapa
sviðið fyrir þessi samfélagi lífvera. Við getum farið að fikta í þessu og þá alltaf spurningin hvort við getum talað heilbrigt vistkerfi sem sjálfbært og sveigjanlegt og getur og stendur undir þessari vistkerfisþjónustu sem við viljum hafa. Og ef við fiktum of í einhverjum af þessum þáttum að þá getum við farið að skapa hættu á að þetta náist ekki. En sko, við vorum búin að tala svona álag og álagsþætti og þetta allt frekar svona oft óskýrt að því að álag getur verið mengun og í hugum sumra þá þetta bara mengun og þá skiptist hún bæði upp í lífræna mengun og ólífræna mengun. En svo getur álag verið líka svona fysiskt eins og vegna vatnsaflsvirkjana og þá það álag á vatnsformfræði eða í rauninni breyting á vatnsformfræði sem aftur getur svo haft áhrif á lífríkið sem þarna á þessum svæðum og einn af kannski helstu álagsþáttunum á Íslandi breyting á vatnsformfræði þar sem verið að hafa áhrif á vatnsbúskap, brjóta upp samfellu bæði með tilliti til lífríkis, þá til dæmis farleiðum til að getur brotið upp farleiðir fiska og líka bara framburður bæði fastra efna og leystra raskast og þetta getur haft áhrif á náttúrulega fisk sem getur þá átt erfitt með að komast upp eftir ám og hryggleysingja sem háðir því að vera alltaf undir vatni. Lífræn mengun eins og ég sagði, það líka algengt álag á vatnshlot og lífræn mengun rauninni þegar frávita til dæmis eða eitthvað þess áttar fer út í vatn og það verður aukinn styrkur næringarefna. Þá þetta fyrsti gæðaþátturinn sem að breytist. Þetta í rauninni bara álag og svo áhrif á gæðaþætti. Og næringarefni gæðaþáttur til að benda á hvar til að reyna að grípa áhrifin og styrkur næringarefna eykst þegar lífræn mengun til staðar og það hefur aftur áhrif á það að magn blaðgrænu getur aukist. Og þetta getur líka haft áhrif á fjölbreytileika hryggleysingja og hvað tegundir eru til staðar. Og svo framvegis. Þetta svona helstu áhrifin. Svo lífræn mengun, það þá styrkur þungmálma og forgangsefna sem Andrés var að tala og þetta getur náttúrulega haft mjög mikil áhrif á allt lífríki vegna eitrunar til dæmis. Og það mikilvægt að við þegar við gerum svona áhrama, þá verðum við að horfa á það hvað mun framkvæmdin hvaða álagi mun framkvæmdin valda. Og við þurfum bara að kíkja gegnum það. Við þurfum að horfa á mun þessi framkvæmd valda breytingum á vatnsformfræði eða mun hún valda lífrænni mengun eða ólífrænni mengun. Og í ljósi álagsvaldana þá þurfum við að horfa á gæðaþættina. Hver svo afleidd áhrif af breytingum á vatnsformfræði? Hver afleidd áhrif af lífrænni mengun? Og þá þurfum við að fara að horfa á þá þætti og velja þá þætti sem eru líklegastir til að svara álagsþáttunum. Við erum ekki að fara að horfa á alla mögulega og ómögulega gæðaþætti og segja já, við þurfum að vakta þetta allt saman og við þurfum að horfa á þetta allt saman, heldur þurfum að fókusera á þá þætti sem eru líklegastir til að verða fyrir áhrifum. Og þá þurfum við náttúrulega að skilja svolítið vel tenginguna milli lífríkis og álagsvaldana. Og til þess að svara því þá ætlar Þóra að koma og tala við okkur svörun lífríkis við ýmsum álagsþáttum og ég býð bara velkomin, gjör svo vel. Og þetta mitt vatn. Nú förum við að tala eitthvað skemmtilegt, færist fjör í leikinn. Já, komið sæl, ég heiti Þóra og vinn vatnalíffræðingur, búin að vinna sem vatnalíffræðingur örugglega 35 ár, ekki bara 25, heldur 35. Og hjá Náttúrufræðistofnun. Ég ætla að fara með ykkur
eða reyna að útskýra hvernig lífríkið bregst við ýmsu álagi. En ég ætla að byrja á því að kannski útskýra af hverju við að pæla í lífríki hérna. Jú, vegna þess að á endanum, ef við erum að huga að vatnatilskipun og stjórn vatnamála, að á endanum snýst þetta að vernda vistkerfið. Þá þurfum við náttúrulega þekkja að vita eitthvað aðeins, pínlítið í líffræðinni. Þetta að vernda vistkerfi og vernda vatn, þetta eitt af megin markmiðum vatnatilskipunar eða lögum stjórn vatnamála, já. En það eiginlega 2 efnisatriði í erindinu í dag. Þið farið í örstuttan kúrs í vistfræði sem heitir Vistfræði 101 eða kannski Vistfræði 01 vegna þess að hann mjög yfirborðskenndur og síðan ætla ég að sýna dæmi hvernig hitt og þetta álag hefur áhrif á lífríkið. Nú viljum að byrja vistfræðikúrsinn á að sýna mjög einfalda fæðukeðju eða fæðuvef. Við vitum alveg að orka sólar og vatn undirstaða lífs á jörðinni. Við erum með hóp sem að kallast plöntusvif, þetta eru aðalega þörungar og þeir eru ljóstillífa og slíkar lífverur sem ljóstillífa þær eru kallað frumframleiðendur. Svo erum við með annan hóp sem við getum kallað dýrasvif sem eru aðalega krabbadýr. Þau lifa á þörungunum, já ég glemdi náttúrulega að segja að frumframleiðendur, hverjir svo sem þeir eru, þeir nýta sér orku sólar til þess að búa til næringarefni og þegar við tölum næringarefni þá eigum við fosfór og köfnurefnis sambönd sem að allar plöntur þurfa og þau þurfa það í ákveðnu hlutfalli sem ég man ekki hvað þannig ég get ekki sagt ykkur það. En allavega, við erum með plöntusvif sem fangar orku sólar, býr til næringarefni þannig á þann hátt að þeim fjölgar. Þeim fjölgar bara. Dýrasvifi lifir á plöntusvifinu, litlir fiskar lifa á dýrasvifinu og svo það stórir afræningjar sem að éta litlu fiskana. Stórir afræningjar gætu verið í okkar tilfelli laxfiskar og svo endur en ekki mávar. Jú, á vissu leyti. En áfram með smjörið. Þetta líka fæðuvefur og þessi fæðuvefur miklu nær lagi því að ekkert í náttúrunni einfalt. Þannig að þetta mjög flókið. Það sýnir fæðuvef annars vegar í Mývatni og hins vegar í Laxá sem rennur úr Mývatni. Tengingarnar hérna milli sýnir að þeir sem eru fyrir ofan, þeir éta það sem fyrir neðan. Eins og toppöndin, hún étur hottsíli. En aftur, við getum rakið fæðukeðjuna sem ég sýndi áfram í gegnum þetta. Hérna erum við með frumframleiðendur sem eru þörungar, grænþörungar sem að fanga orku sólar. Í tilfelli Mývatns erum við með kúluskít og svo erum við náttúrulega með háplöntur líka. Þetta eru frumframleiðendurinn hérna neðst. Dýrasvifið sem hér annars vegar rykmý og hins vegar krabbadýr. Þau lifa á frumframleiðendunum eða plöntusvifinu og í tilfelli laxar þá erum við með bitmý. Bitmý lifir ekki í stöðuvötnum, það lifir eingöngu í straumvötnum. Svo erum við með litlu fiskana sem eru hottsílin sem að lifa á bitmýinu en það gera líka stóru afræningjarnir eins og endurnar, duggant hérna, bleikja, húsönd og straumönd og svo erum við með urriðan og bleikjuna. Og við getum hugsað okkur að öll þessi bönd hérna á milli lífverana eða tegundana séu teygjubönd. Í náttúrulegu ástandi þá ríkir svona ákveðið jafnvægi, ákveðið harmoni í vistkerfinu. Þannig að það geta orðið litlar breytingar og að því þetta eru teygjubönd þá geta þau sveigst svona til og frá án þess að allt fari í bálabrand. Og við getum tekið sem dæmi að ykkur hluta vegna fækka rykmýinu, eitthvað örlítið, en þetta allt í lagi vegna þess að það innbyggður ákveðin sveigjanleiki, þannig að þetta allt í lagi.
þó að það verði ykkur litla breytingar. En hins vegar, ef við förum að valda álagi, þá förum við að toga í þessi teygjubönd og þið getið ímyndið okkur ef við togum til dæmis þetta band út, eða þetta, við togum það langt út, þá skekkist öll þessi mynd. Þetta fer allt af stað og sumar teygjur munu jafnvel slitna. Þannig, og þá allt komið í óefni. Þá erum við virkilega búin að raska jafnvæginu. Og dæmi um svoleiðis álag getur verið ofauðgun eða efnistaka og ég ætla að fara í gegnum það á eftir. En náðu þið þessu? Gott. Já, býtu, hvað ger ég? Svona. Þessi glæra sýnir þverskurð af stöðuvatni. Við erum með botnin hérna og við erum í rauninni með þrenns konar búsvæði hérna í stöðuvatnum. Við erum annars vegar með grýtt strandsvæði sem í rauninni svona eins og belti allan hringinn. Það er algengasta formið á strandsvæði á Íslandi. Hér eru möl, sandur og steinar og á steinunum lifa litlar rykmýslirfur og hér er vatnabobbi og við erum náttúrulega með ána og alls konar smákvikindi þannig líka sem lifa hér á milli steina og á steinunum. Við erum með botnþörunga sem eru frumframleiðendur, þeir ljóstillífa og mýlirfurnar, svona sem dæmi, þær lifa á því að skrapa þetta sleipa þörungalag af steinunum. Við erum með vatnagróður sem nær misjafnlega langt niður. Þetta var fjörusvæðið. Svo erum við með mjúkan botn, þar sem fjörusvæðinu sleppir. Þar lifir líka rykmýslirfur, skeljar, ánar og fleira. Við erum með plöntusvif sem lifir í rauninni í öllum vatnsfasanum og við erum með dýrasvif. Já, plöntusvifið hérna eru myndir af nokkrum fallegum kísilþörungum. Við erum með dýrasvif, það aðalega krabbadýr sem lifir í vatnsbólnum og lifir í rauninni í honum öllum. Við erum með hottsíli sem að nýta sér gróður til að fela sig fyrir afræningjanum, bleikinni. Þetta er dæmi búsvæði í stöðuvötnum, það er þessar 3 gerðir. Ég get notað þessa sömu mynd til að við skoðum búsvæði í straumvötnum. Flestar ár á Íslandi eru grýttar, botnin er bara mjög grýttur, enda rennslisleiðin yfirleitt stutt miðað við evrópskar ár. Á steinunum lifa þessi sömu hópar. Það eru botnþörungar, það eru bitmýslirfurnar og rykmýi líka. Vatnabobbarnir, ánar, vorflugur og fleira. Og við getum það finnst gróður í íslenskum straumvötnum en kannski frekar ármósin sem við finnum. Og eitthvað er af plöntusvifi þó að í skólinn náttúrulega hratt í gegn. Og svo getum við, sérstaklega það sem ár bugðast þá getum við verið með djúpa ála, semst utar í beygjunni og svo kannski sand og möl inn í beygjunni, ef við getum orðað þannig. Og það, eitthvað er af leðju en það er kannski fyrst og fremst í stórum ám sem að renna á flatlendi, eins og kannski Brúará, hún er komin nýr á flatlendi, Laxá í Aðaldal. Þetta var vistfræði 101, eða vistfræði 01. Nú þegar að við erum að skoða hvaða áhrif við höfum á lífríki, þá er náttúrulega sjálfsagt að beina augunum að gæðaþáttunum, þessum líffræðilegu gæðaþáttum. Það eru þá svifþörungar sem við mælum og við mælum blaðgreinu A í svifþörungum. Blaðgrænan segir okkur í rauninni hversu mikið magn er af svifþörungum fyrirgeðu. Nú í stöðuvötnum þá skoðum við hryggleysingja á botni, vatnaplöntur og fisk, vonandi fljótlega. Í straumvötnum er það botnþörungar, það eru þessi sem rykmýslirfurnar eru að skrapa af steinunum. Hryggleysingja á botni og fisk, í strandsjó er það svifþörungar sama, það er blaðgrænan.
botnþörungar og þar innifalið eru stóru þörungar eins og þari og þang og svo hryggleysingja á botni. Þannig að mér finnst allavega að liggja beinast við að beina augum að þessum þáttum lífríkisins og svo náttúrulega skiptir máli hvaða álagi við erum að valda, hvaða hópa við veljum af þessum hópum. Þessa glæru hafið þið séð að algengustu álagsvaldar á Íslandi eru vatnsformfræðin sem hefur þá áhrif á, eða röskun á henni, röskun á vatnsbúskap, samfellu og formfræði hefur áhrif á fisk og hryggleysingja fyrst og fremst, lífræn mengun, ég sýni dæmin þá eftir, ég ætla ekki að fjalla lífræna mengun því að það í rauninni eitur áhrif, ef það er ólífræn mengun þá erum við í rauninni bara að skoða eitur áhrif og hún getur verið misjafn eftir efnum og líka eftir hvaða búsvæði við erum í. En fyrst ætla ég að fjalla lífræna mengun. Þetta er mjög skematísk mynd en þessi lífræna mengun er oft kölluð ofauðgun og við byrjum hér á því að næringarefnum skolar af landi og út í sjó. Og með næringarefnum þá erum við að tala fosfór og köfnunarefni sambönd. Því skolar út í vatn. Svifþörungarnir verða voða glaðir. Þeir taka á sprett og þeir vaksa og fjölga sér og það endar með því að það myndast þörungablómi hérna við yfirborð. En Adam var ekki lengi í paradís vegna þess að þessi þörungablómi, hann lokar fyrir sólarljósið til þeirra sem fyrir neðan eru, eins og til dæmis vatnaplöntur sem vaksa nærri botni. Og svo er það í þriðja lagi, þá, ef að þörungarnir eru fleiri, þá er líka meira sem drefst. Þannig að þörungar sem drepast, þeir falla til botns og verða að lífrænum leifum. Og í vatninu eru örverur, bakteríur og þörungar sem að sjá niðurbrot lífrænna leifa, en það ferli krefst súrefnis. Þannig að við þetta þá getur orðið súrefnisskortur sem veldur dauða fiska og annarra dýra. Þar með er myndin af fæðuefni orðin verulega skert og allt bara farið til andskotans. Ég verði eiginlega bara að segja það, fyrirgefið orðalagið. Þetta var það. Nú ætla ég að næstu dæmi eru dæmi vatnsformfræði eða breytingar. Hvað segir maður? Breytingar á vatnsformfræði, já. Og þetta dæmi fjallar efnistöku eða kísilgúrnám í Mývatni. Við erum hérna með mynd af Mývatni, við erum með ytri flóa hér og við erum með syðri flóa hér. Þetta er rannsókn sem var gerð á árabilinu 1987 til 1990 en hún er jafngild fyrir því. Kísiliðjan, hún starfaði held ég frá 1967 og svo var henni lokað 2004. Þannig að þetta eru hvað? Getið ég reiknað þetta fyrir mig? Er þetta 37 ár? Eitthvað svo leys. Og hérna er sem sagt ytri flói. Já, ég ætla aðeins að bakka. Meðaldýpi í syðri flóa er 4 metrar. Ytri flói, meðaldýpi ytri flóa fyrir dælingu var 1 metri. Meðaldýpið. Það fór fram rannsókn á köfun kafanda og þá erum við að tala duggönd og skúfönd sem að lifa á aðallega rykmýslirfum og krabbadýrum og við erum að horfa á toppönd sem lifir aðallega á hottsílum. En dælingin fór fram hér, það er afmarkað hérna, dælingasvæðið er afmarkað og ysta línan er 2 metra dýpi. Það er lína hérna sem þið sennilega ekki sjáu fyrir 3 metra dýpi, 4 metra dýpi eru gráu flekkirnir og þetta svarta eru 5 metrar. En ég held að þeir hafi farið niður á 6 metra líka.
Það verður að geta þess að þessi grein kom út árið 1993 og þá var búið að dæla upp, var dælt 10 hekturum á ári upp af botninum og árið 2000 hafi verið dælt upp af 40% af flatamáli Ytriflóa og það var byrjað að ræða það að færa sig hérna suður í Syðriflóa. En allavega, hér, hver punktur hérna á myndinni sýnir eina kafund og þetta duggönd og skúfund sem kafa eftir ætinu sem eru rykmýslirfur og þið sjáið að það nánast engin hér inn á dýpkaða svæðinu. Það eru 1 eða 2 eða 3. Sama og þetta þá í maí 87, 88 og í ágúst 87. Í júní 1990 var eiginlega sama ástand. Þá aðal þéttleikinn hérna og einhverjar örfáar inn á dýpkaða svæðið sem þýnir það að þær nýta sér ekki dýpkaða svæðið til þess að ná sér í fæðu, væntanlega vegna þess að það ekkert að hafa þarna. Það geta kafað niður á þetta dýpi, geta kafað held ég niður á alltaf 4 metra dýpi að mig minnir, en það ekkert að hafa þarna. Það er búið að raska botninu, það er búið að dæla, það er búið að fjarlægja kísilgúrinn, þannig að það ekkert æti. Og svo vitið þið sem verkfræðingar að ef þeir eru með hólu, það er hóla í setinu, þá leitar setið alveg eins og vatn, það leitar niður í lægstu stöðu. Þannig að það er sífellt, hvað maður segja, rigninga af setið þarna niður, þannig að hvaða rykmýslirfa myndi taka sér bólfestu í ykkur svoleiðis, drulluskít. En svo ef við skoðum hérna útbreiðslu toppandar í júní 1990, þá sjáum við að hún hér að nýta sér þetta uppdælda svæði. Og það hún lifir á hottsílum og hottsílin ekkert háð, þau vissulega éta rykmýslirfur en þau eru miklu færanlegri heldur rykmýslirfurnar en þau eru einhvern veginn bara út allt og sama það með toppöndina sem afræningin. Þetta var það. Þannig að það í rauninni búið að sýna fram á að þetta var ekki góð ráðstöfun að dæla upp úr Ytriflóa Mývatns enda var því hætt. Næsta dæmi eru vatnshæðabreytingar í stöðuvötnum. Ef við ímyndum okkur að þetta sé núverandi vatnshæð og hún lækki þá hingað og nú ætla ég að biðja ykkur að segja mér hvað gerist. Koma svo. Við höfum bara takmarkaðan tíma, hvað gerist? Nei, fjörusvæðin, þau fara á þurrt. Þetta habitat, þetta búsvæði fer á þurrt. Rykmýslirfurnar ekkert rosalega hræfanlegar, þannig að þær drepast, þær þorna upp, sama á við botnþörungana, þeir eru bara alls ekki hreyfanlegir. Þannig að þetta þornar upp og drefst, sama á við með sniglana, geta skriðið niður á milli steina, en já. Og svo ég náttúrulega að taka fram að plöntusvifið og hottsílin, þau fara náttúrulega bara lifa í vatnsbólum og þau flytjast niður. Þannig að það hér og plönturnar, þær fara á þurrt, drepast, þær geta vissulega fært sig niður eða farið að vaxa hér fyrir neðan, eða semst undir vatni getum við sagt, ef að undirlagið hendar þeim, ef það ná rótfestu og ef að undirlagið hendar þeim. Og svo maður tali nú ekki ef það ís á vatninu og segjum að vatnið sé ísilagt og vatnsstaðan liggur hér uppi. Þegar og ísin landfastur, þannig að þegar það fer að lækka í vatninu þá ryður ísin með sér steinum og grjóti og öllu saman, þannig að ísin hefur áhrif á bakkana og strandsvæðið. Í rauninni eyðileggur búsvæðið. Þannig ég bara að tala hamfarir, ég ætla að tala eitthvað skemmtilegt. Áfram með smjörið, síðan það stíplur í farvegi, straumvatna. Þær hafa áhrif þannig að þær brjóta upp samfelluna eða rjúfa samfelluna í ánni. Og þessi mynd sýnir laxinn og lífsferil hans.
Ljósi hlutin er ferskvatn, dökki hlutin er sjór og ef það er sett upp stífla þá kemur það í veg fyrir að kynþroska fiskur nái upp í ána sína til að hrygna. Hér eru sem sagt hrogn og hér eru kviðpokasveiði, seiði, ungfiskur sem þarf að komast til sjávar til að taka út restina af þroskanum og til að verða kynþroska. Þannig að það verður engin nýliðun ef að það er sett stífla í farveginn án þess að þar sé laxastigi eða fiskvegur. Og þetta er kannski drastiskasta myndin. Þetta er úr Grenlag í maí 2004 þegar 11 kílómetrar af læknum þornuðu upp og því ég vonaði sjáu hérna sjóbirtingin, dauðan. Þetta voru ekki þeir einu. En það sem, þetta á að vera lýsing á umfangsmiklum rennslisbreytingum sem að vissulega áttu sér stað þarna. Lækurinn þornaði upp, fiskurinn drafst. Það er náttúrulega möl og sandur í læknum sem eru mikilvægt búsvæði fyrir hrogn og mikilvægt uppeldissvæði fyrir seiðin. Þannig að niðurstaðan var sú að það drafst allt þarna. Allir hryggleysingjar, fiskurinn, seiðin, allt saman. Þannig að þetta er dæmi umfangsmikla rennslisbreytingar. Þetta er síðasta glæran og ég ætla bara að benda ykkur á þessa skýrslu. Hún var gefin út 2003. Aðferðir við mat á mjög góðu vatnsformfræðilegu ástandi straum- og stöðuvatna. Og hana má finna á vatn.is. Það er kafli í henni, 5. kafli sem fjallar áhrif vatnsformfræðilegra þátta á lífríki ferskvatns á Íslandi. Það eru tiltekin nokkuð dæmi. Annars í straumvatni og hins vegar í stöðuvatni og í kaflanum er tabla 15 sem yfirlit yfir helstu áhrif rennslisbreytinga á lífríki í straumvatni. Þetta er erlent, tekið úr erlendri grein en það er alveg það sama. Þá eru rennslishættirnir tilteknir hér, breytingarnar eru tilteknar í þessum dálki og svo áhrif á vatnalífur og áhrif á bakkasvæðin. Þá læt ég máli mínu lokið, þakka ykkur fyrir. Ég ætla að halda aðeins áfram. Aftur að leiðbeiningunum. Bakgrunnur og tilgangur leiðbeiningana er að markmið leiðbeininganna er að tryggja að framkvæmdir og starfsemi valdi ekki neikvæðum áhrifum á vistfræðilegt ástand vatnshlota og að tryggja að það komi í veg fyrir að vatnshlot nái settu umhverfismarkmiði í samræmi við lög stjórnvaldsmála. Og eins og fram hefur komið þá er áhrifamat mjög mikilvægur hluti af leyfisveitingum og óheimilt er að gefa út leyfi ef áhrifamat bendir til þess að framkvæmd eða starfsemi muni hafa svo neikvæð áhrif á vatn að það ná ekki þessu umhverfismarkmiði. Nema að fyrirliggi þessi undanþáguheimild frá Umhverfis- og orkustofnun. En eins og fram hefur komið þá er heildarferli áhrifamats, það eru 3 meginskref sem að einkenna það og við erum búin að fara í gegnum það mörgu sinnum en ég ætla nú bara samt að ég vissi ekki hvað hinn ætlaði að tala að það þurfum náttúrulega bara að hlusta á þetta enn og eitt skipti en þetta er það sem skiptir máli. Við erum hérna með þessi 3 meginskref sem eru þá skimun og mat á umfangi og mat á áhrifum eins og talað hefur og svo er þetta 4. skref sem að í rauninni er ekki áhrifamats skref heldur í rauninni hvað gerist ef að niðurstaða áhrifamats er sú að framkvæmdir muni hafa áhrif og þá er það Umhverfis- og orkustofnun sem tekur við því og ég held að þið sem eru hér sem ætlaði að fara að gera áhrifamat, þið þurfum kannski ekki að hafa svo miklar áhyggjur af þessu skrefi 4. Þið þurfum bara að hafa áhyggjur af fyrstu 3 skrefunum. Það er Umhverfis- og orkustofnun sem ætlar að taka að sér að hafa áhyggjur af skrefi 4
og það í rauninni þeirra höndum bara. Fyrsta skref, skimun, það bara að meta hvort að framkvæmd eða starfsemi geti haft áhrif á vatnslot og ef engin áhrif líkleg þá lýkur þessu áhrifamati en ef það eru hugsanlega áhrif þá þarf að halda áfram og fara í skref 2 og þar skal meta sérstaklega áhrif á hvern vatnaflokk. Það þarf að tala við erum að tala annars vegar vatnaflokka og hins vegar vatnagerðir og vatnaflokkar það þá þessi stóru flokkar sem þá straumvatn og stöðuvatn, ársóvatn, strandsjór og grunnvatn, það eru vatnaflokkarnir. Vatnagerðirnar það ef til dæmis straumvatnið skipt upp í mismunandi gerðir eftir eiginleikum, bara til að hnykkja því. Þetta er orðaflækjur sem að rosalega auðvelt að týna sér í. En við erum með 5 vatnaflokka og það búið að skilgreina gæðaþætti fyrir hvern vatnaflokk og þetta eru þess sem að hún var að sýna okkur hún áðan hún Þóra og við erum með gæðaþætti sem eru fyrsta lagi líffræðilegi gæðaþættir sem eru þessir sem hún Þóra var að fjalla svo eru eðlisefnafræðilegi gæðaþættir sem að Andreas minntist aðeins á að það væru til efni í efnagreiningar vatns til dæmis með tilliti til mælingar á næringarefnum og liðin á basavirkni og pH gildi og svoleiðis. Þetta eru gæðaþættir sem eru eðlisefnafræðilegir gæðaþættir en ekki efnafræðilegir eins og hann var að tala Þetta eru rauninni þeir þættir sem að móta umhverfið sem að lífríki svo þrífst í. Og það er búið að gera viðmið fyrir þessa gæðaþætti. Þessi síðustu eru vatnsformfræðilegi gæðaþættir og þetta eru 3 skýrslur sem eru, sést náttúrulega ekkert hvað stendur hérna. Það er vistfræðileg viðmið við ástandsflokkun straum- og stöðuvatn á Íslandi, það er þessi hérna. Og þessi í miðjunni er sambærileg skýrsla nema bara fyrir strandsjó og þessi þriðja er skýrsla sem verður kynnt frekar á eftir og heitir matskerfi fyrir vatnsformfræði í straum- og stöðuvatnum. Og hún er alveg að koma út. Ég held að hún sé á morgun. Hinn. Já, mjög gott. En allavega það þarf að gera matið með tilliti til viðeigandi gæðaþátta. Þessi gæðaþættir sem að einkenna hvern vatnaflokk og viðkomandi viðmið sem að gert grein fyrir í þessum skýrslum. Í skrefi 3 þarf þá að meta hvort að framkvæmd muni valda varanlegri eða tímabundinni hnignun á vistfræðilegu ástandi og hvort að hún muni leiða til þess að vatnslot nái ekki umhverfismarkmiðum mjög gott eða gott vistfræðilegt ástand. Og þegar þetta liggur allt fyrir að þá annaðhvort höfum við farið út og bara skjala þetta eða komist hingað, kannski komist bara að því að það verði ekki áhrif, svo neikvæð áhrif að ástandi vatnslotsins hnigni. En kannski það þannig að við þurfum að fara í að endurhanna eða búið til mótvægisaðgerðir og ég held að mótvægisaðgerðir séu eitthvað sem þarf hvort þið alltaf að hugsa þegar maður í miklum framkvæmdum. Þá þarf maður að hugsa, eru mótvægisaðgerðirnar mínar sem ég ætla að gera hér í þessu vatnsloti, er þetta viðeigandi, er þetta líklegt til árangurs og það þarf að hanna alltaf að liggja fyrir náttúrulega bestu mögulegu aðferð til að vega upp á móti neikvæðum áhrifum. Og ef að þetta ekki hægt, þá eins og við vorum að ræða áðan, þá má sækja athuga hvort það sé hægt að fá undanþágu frá þessu umhverfismarkmiði í samræmi við 18. grein laga um stjórn vatnamála, sem reyndar 19. grein laga í nýja frumvarpinu lögum stjórn vatnamála sem að hliðrast að eina grein. Og ég held að þegar að frumvarpi verður komið í gegn að það verður svona skýrara einhvern veginn hvað á bakvið það vegna þessi 7. Þetta article 4.7 í vatnatilskipun, hún í rauninni frekar skýr en mér finnst 18. grein
frekar óskýr, en þegar verður búið að laga þetta hérna og gera þetta 19. grein, þá verður þetta allt rosalega skýrt. Og við verum alls svo glöð. Nei, en allavega, þarna inn á heimasíðu umhverfis- og orkustofnunar sem það vatn.is, þá er þessar leiðbeiningar og það er líka skjal, svona Excel-skjal sem að nýtist mjög vel til þess að hjálpa manni gegnum áhrifamat. Og ég legg bara til að þið skoðið þetta skjal alveg svakalega vel og reynið bara að nýta ykkur það eins mikið og hægt er. Sko, hér er ég bara búin að klippa smá dæmi hérna inn. Þetta er hérna fyrsta skrefið og þá þarf að fylla, hér er bara fyrir eitt straumaslot, svo er hægt að fylla inn fyrir næsta og næsta og næsta. Vegna þess að við þurfum alltaf að gera grein fyrir öllum vatnslotunum sem eru undir eða eru á áhrifasvæði eða gætu hugsanlega orðið jafnvel fyrir óbeinum áhrifum. Og ég vonið að sjá þetta hérna, þetta er bara upplýsingar á vatnslotið og upplýsingar framkvæmdina. Það er í rauninni í fyrsta skrefi. Þá þarf maður að fara í og bara svara þessum spurningum og þetta er allt hérna inn á vatnavefsjóni. Það eru rosalega mikið upplýsingum, til dæmis nafn vatnslotsins, það er ekki endilega sama nafnið og þið þekkið ána undir eða stöðuvatnið. Þetta er oft samsafn af einhverjum nokkrum ám, jafnvel eða einhverjum kvíslum og stundum er hreinlega ekki rétt nafn, af því að það getur alveg hafa gerst, af því þetta var náttúrulega alveg nokkur þúsund vatnslot sem var verið að skrá á sínum tíma og það geta alveg verið villur og þeir skrifu bara það sem stendur í vatnavefsjóni og númerið á því, þess að kennitölu sem að fylgir öllum vatnslotunum og svo er hérna meira að segja hægt að velja ef vatnið er ekki afmarkað sem vatnslot að þá útskýringastaðsningu og örnefni. Það er bara að útskýra hvað vatn er verið að tala ef það er ekki búið að gera svona kennitölu fyrir það. Svo er talað um þetta vatnagerð og þá er verið að tala um þetta sem ég var að segja að þetta eru þá í hvaða eiginleikar einkenna vatnslotið. Það er til dæmis til vatn sem er á yngri eða eldri berggrunni, á láglendi, hálendi og þá er ég náttúrulega við straum eða stöðuvatn og svo eru til dæmis fyrir strandsjóin þá eru sjór sem er opinn fyrir öldu, sjór sem er skýlt vatnslot og fyrir norðan eða sunnan. Það er svona mismunandi eiginleikar sem einkenna og það þarf bara að koma fram hérna. Svo er talað um stærð eða lengd hérna. Hvað er þetta stórt? Þetta kemur allt fram í vatnavefsjóni og hvað er umhverfismarkmið, það kemur líka fram og vistfræðilegt ástand kemur oft fram, ekki alltaf. Og ef það kemur fram, ef það til dæmis er ekkert álag, þá kemur í rauninni fram mjög gott ástand og svo kemur áræðanleiki lítill eða áræðanleiki miðlungs eða mikill. Það fyrir eftir hvað er mikið til að gögnum á baku við vatnsloti. Þannig að ef þið eru að fara framkvæma svona áhrifamat og þið búið yfir gögnum sem að hjálpa til við að ástandsflokka, ef til dæmis er óþekkt ástand, þá getið þið jafnvel skilað inn gögnunum fyrir eða jafnvel þið getið fundið gögn einhvers staðar sem að geta hjálpa til við að ástandsflokka, þá getur verið mjög sniðugt að bara setja þau inn gögnin þannig að þau nýtist við ástandsflokkunina. Vegna þess að ef það er óþekkt ástand, þá myndi standa óþekkt hérna og það var ekki sniðugt. Það væri betra, og ef það stendur óþekkt, að þá þyrfti þið bara rauninni fyrst að ástandsflokka vatnslotið. Af því að öðruvísi getið þið ekki séð hvort að ástandi vatnslotsins hnignar eða ekki. Ef þið vitið ekki grunnupplýsingarnar. Þannig að það er nauðsynlegt. Allavega, svo höldum við áfram hérna. Svo er bara eru vernd og viðkvæm svæði og þá stendur það líka í vatnavefsjóni. Alltaf, það ekki? Inn á vatn.is, já. Svo er svo þarf að lýsa áhrif framkvæmda, bein eða óbein, lýsi nánar í texta. Þarna er bara hægt að lýsa, bara svona í stuttumáli hvað er að ræða. Og álagsþættir í vatnslotinu, það er þessi samlegðaráhrif og það er, við vitum oft að það er einhver samlegðaráhrif þó jafnvel að það sé ekki inn í vatnavefsjó, það er bara að tala það, bæði það sem þið vitið sem er ekki jafnvel inn í vatnavefsjó og svo náttúrulega er fullt af upplýsingum álagsþætti í vatnavefsjó. Svo höldum við bara áfram.
Já, þetta með samlegar áhrifin hérna líka, álagsþættir og samlegar áhrifin. Og svo hérna annað regluverk sem að þarf að taka tillit til og það náttúrulega getur verið til dæmis bara lögum mat- og umhverfisáhrifum og lögum fisk, hvað er þetta? Þarna veiðivötn eða eitthvað. Og bara ýmislegt annað sem að á við og þá þarf það bara að koma fram. Þetta er sérst fyrsta skrefið. Í næsta skrefi þarf að fara í mat á umfangi og þetta er það sem ég myndi segja þarna er það að nota stækkunarglerið sem að var á glærinu áðan sem ég var með. Og þá er það að nota stækkunarglerið og þeir að kanna, er þetta vatnsformfræðildálag, er þetta lífræn efnamengun eða er þetta, þú veist, tungmálmamengun. Og þá ætlið þið að nota þær upplýsingar til þess að beina ykkur svona pínu í rétta átt. Hvar er líklegast til að ég sjáu áhrifin? Þið þurfi ekki að fara að velta ykkur upp úr alls konar. Þið þurfi að skoða helstu áhrif og líklegust áhrif. Og hér þurfum við þá að skoða framkvæmdina í ljósi álagsins sem það mun valda og líklegustu áhrifana á líffræðilegu geðþættina, á eðlis- og efnafræðilegu geðþættina og á vatnsformfræðilegu geðþættina. Ok, svo ef efnafræðilegt álag er að ræða, þá þurfa það, og hvort sem er, bara þið þurfa að fara í gegnum þess með forgangsefnin og önnur mengandi efni. Og þetta þarf að skrá, hérna mat á umfangi, það er skráð með númeri. Hérna bakvið hérna er svona, ég sjá þarna litla rauða þrýrningin í horninu, þetta eru svona skýringar, hvað er hérna bakvið, hvað er til hvers að ætlast. Mat á umfangi er til dæmis metið með tölum frá 1 upp í 6 og 1 þýðir lítil áhrif, 2 þýðir, 1 þýðir engin áhrif, 2 er lítil áhrif og svo er bara eitthvað kollu og nummer 6 þýðir á ekki við. Þannig að það er í rauninni hægt að velja það líka. Og það þarf bara að gera þetta samviskusamlega eftir öllu og svo þarf að skýra og það er þetta sem betur fyrir að skrifa bara alltaf mikinn texta inn í þetta stækkar bara eins og þarf. Þetta er mjög gagnlegt að fylla inn í þennan og mjög þjáningafullt að gera það stundum. Maður þarf að rífa þetta alveg, hvað er það sem skiptir máli hérna? Og já, ég veit þú skilir mig Fjóla, við erum saman stundum í ykkur svona byxi. En það er að skrifa þetta skilmerkilegan hátt án of margra orða og draga fram það sem máli skiptir. Já, og svo að lokum er þá skref 3. Það sem þarf að ræða áhrifin á líffræðilega geðþætti er það bara að lýsa. Svona almenn lýsing á áhrifþáttunum, á líffræðilega geðþætti, á eðlisefnafræðilega og í rauninni á að standa hérna bara ekki efna og eðlisefna, heldur bara eðlisefna og vatnsformfræðilega og að því hér koma efnafræðilegi geðþættir. Í rauninni þyrfti bara að laga þetta hérna. Og svo þarf að fjalla alla mótvægisaðgerðirnar og hvað er fyrirætlað til að bæta þetta og í rauninni minnka neikvæð áhrif framkvæmdarinnar og svo er bara spurt mun vatnslotna og umhverfismarkmiðum fyrir vistfræðilegt ástand þrátt fyrir framkvæmdir að starfsemi og þá er það bara hreinlega já eða nei. Það er líka hægt að velja hugsanlega en það er betra að maður getur sagt annarkvort bara já eða nei. Þá það maður bara, og þetta sama hérna með efnafræðilegt ástand og við þurfum að nota bara öll þau gögn, bæði sem að framkvæmdar aðilinn býr yfir bara varandi framkvæmdina og þú veist umfang framkvæmdarinnar og stærð og hvað á að gera. Það er að draga fram þennan helsta áhrifaþátt og það er að leggja mat á hvort hann hafi eða muni hafa áhrif á geðþætti og þetta allt saman skal byggja á uppáhaldsorðinnan staða, sérfræðimati og gögnum. Og við getum ekki gert sérfræðimat nema við búum yfir gögnum. Við verðum alltaf að styðja okkur við einhverjar kríteríur, einhver gögn sem eru viðeigandi. Þannig að við séum að gantast hérna með sérfræðimat sem orð að þá þarf eitthvað, við getum ekki bara gert það eitthvað blind út í loftið. En ég ætla að segja þetta gott í bili af þessu
nema ætlum að draga ykkur inn í vatnsformfræði og Svava ætlar að segja ykkur meira frá því. Thank you. Skipti ég með þessu sem sagt, já. Já, sæl öll, ég heiti Svava og ég vinn á Veðurstofunni og ég hef svona undanfarin ár með öðru verið að vinna í verkefnum tengdum stjórnvatnamála og ætla núna að fara á svona lauslega yfir það hvað vatnsformfræði og þá einkum í ám og vatnum. Já, þetta er að nota rétt að taka hann. Ég ætla ekki að þreyta ykkur með einhverju lagastakli en það er kannski ágætt að byrja bara á því að skoða hvað lögin segja vatnsformfræði en í lögunum frá 2011 þá vatnsformfræði skilgreind sem vatnsmagn, vatnshlotts og breytingar á rennsli og vatnsborði ásamt gerð og undirlagi botns. Þetta náttúrulega allt saman alveg óskaplega vítt og segir okkur ekki mikið. En í reglugerðinni þá samt gefið það að til þess að meta þessa vatnsformfræði þá eigi að gera það með 3 gæðaþáttum sem eru samfella, formfræði og rennslishættir. Og síðan var farið að vinna í þessu þá hafa síðan verið settir matsþættir undir þessa gæðaþætti. En svona til þess að ykkur að falla mynd líka þá ætlum við að byrja á því hvað vatnsformfræði. Og þetta eru svona nokkur atriði og ekki samt sem áður tæmandi listi. En til vatnsformfræði teljast til dæmis rennslisbreytingar og þá getum við verið að horfa á breytingar á heildarrennsli, til dæmis á ásgrundvelli og sem að geta verið breytilega til dæmis þegar vatn er flutt á milli farvega. Við getum verið með til dæmis hraðar rennslisbreytingar, það sem til dæmis fyrir neðan virkjanir. Og svo erum við með lögun farvega. Það eitthvað sem getur verið breytingum háð, til dæmis þegar að varnargarðar þrengja að eða til dæmis þegar að setflutningur minnkar og fara að grafa sig meira niður í undirlægð og fara þar að leiðandi í einn farveg. Við erum með viðstöðutíma í stöðuvatnum sem getur breyst við breytingar á vatnsborði. Breytingar á flóðatíðni, þar einkum verið að horfa til breytinga á árlegum flóðum og 10 ára flóðum, semst endurkomutíma þeirra. Við erum með breytingar í vatnshæð, en vatnshæð eins og Þóra benti mjög vel á þá hafa breytingar á vatnshæð í stöðuvatnum mjög mikil áhrif á lífríkið. Botngerð, það rennslisbreytingar og setframburði til dæmis geta haft mikil áhrif á botngerðina og þar með búsvæði. Og svo það breyting á svifursframburður og set, til dæmis þegar stíflur eru settar í farvegi þá breytast þessi ferlar og geta breytt búsvæðum þar með. En hvað það svo sem hefur áhrif á vatnsformfræðina? Það ótrúlega spennandi. Hér á landi það einkum vatnsaflsvirkjanir sem hafa hvað mest áhrif á vatnsformfræði. Þar til dæmis erum við með stíflur, það eru ekki allar jafn krútlegar á þessi kannski sem sýnt hana. Á þessari mynd þá sjáum við eitt og annað, við sjáum stíflugarð, við sjáum líka manngirt vatnsfljót og svo sjáum við sem sagt upprunalega farveg sem þá með skertur rennsli og í kring sjáum við þá inntakslón. Annað sem getur haft áhrif eru brýr og ræsi. Til dæmis geta stöplar í ám valdið breytingu á straumhraða sem getur verið erfitt fyrir til dæmis seiði. Og svo erum við með varnargarða. Þeir geta þrengt mjög að og þá eykst straumhraðinn
og sem getur verið erfitt ef að til dæmis farfiska er að ræða. Ég sá klára að ég hefði þurft að hafa brandara kannski fyrir þessa glæru, en það sagði enginn að þetta var skemmtilegt eða. Við ætlum bara að dýfa okkur í það hvernig vatnsformfræði er metin. Það er semst með þessum 3 gæðaþáttum sem við sáum áðan. Það er semst samfella, formfræði og rennslishættir. Og samfellan hún er til dæmis metin þvert á farveg, þá einkum stíflur og áhrif þeirra. Hún er metin meðfram farvegi og það segir til hvort það séu mikil varnarmannvirki á bökkum. Af því að það getur vissulega valdið breytt straumhraða og líka valdið rofi og líka þá geta bugður úr ám geta verið teknar af og farvegurinn styttist. Breytingar á setflutningum geta breyst ef það eru settar hindranir í farvegina. Og í stöðuvötnum er einkum hort á, gengur samfellan út á það að vatn og vatnsbakki sé í tengslum, að hafa ekki rof orðið þar á milli, þá út af mannvirkjum. Ef við horfum á formfræðina, þá erum við með matstætti sem taka til dæmis efnistöku og það eru þættir sem að meta breytingar á botngerð og svo eru það mannvirki önnur en stíflur sem eru þá einkum brýr og ræsi. Í stöðuvötnunum eru það mikilvægt, það eru svæði sem fara þurrt vegna vatnsæðabreytinga og svifursbreytingar eru líka þarna. Og svo í rennslishættina sem eru kannski það sem verður oft fyrir mestum áhrifum, en þar getum við til dæmis metið breytingar á heildarrennsli. Við erum með lágrennsli bæði á sumri og vetri sem það þarf að meta. Breytingar á endurkomutíma flóða eru metum við ef að upplýsingar eru til staðar fyrir það. Og til dæmis fyrir neðan stöðvarhús þá verða oft hraðar rennslisbreytingar. Til dæmis það sem að ef að keyrsla eða rafmagnsframleiðsla er ekki jöfn, heldur gerð eftir eftirspurn og þá breytist rennsli oft hratt sem að getur valdið mjög erfiðleikum fyrir til dæmis seiði. Í stöðuvötnunum eru við líka að meta vatnsborðsbreytingar og viðstöðutíma, svona meðal annars. En þá ætlum við að demba okkur í þetta aðeins matskerfi fyrir vatnsformfræði. Eins og Eydís sagði áðan, þá er að koma vonandi bara á, ég ætla að segja á miðvikudaginn. Þá verði hún gerð opinber. Það er endurskoðað matskerfi fyrir vatnsformfræði í straum- og stöðuvötnum. Þetta er svo sem sambærilegt kerfi og sem að hefur áður sést, var upphaflega í skýrslu manngerð og mikið breytt vatnsflót sem var gefin 2020, þá var sást þetta kerfi fyrst. Og síðan er það líka í skýrslunni sem að hún Þóra talaði áðan, mjög gott vatnsformfræðilegt ástand. En núna er búið að taka inn fleiri matstætti, þannig að það eru meiru að velja. Til dæmis er matstættur sem að margir hafa beðið eftir, sem er efnistaka og tilfærsla efni í farvegi. Það er hægt að taka á efnistöku í farvegum. Og svona lítur hún út fyrir stöðuvatn. Og ég ger mig grein fyrir því að þetta getur verið ansi yfirþyrmandi svona í fyrstu. Þetta er nýja skýrslan sem er að koma út? Já, hún er að koma út bara á hinn daginn. Kemur þá í staðinn þegar svona... Já, þá er þetta nýjasta útgáfan í rauninni af kerfinu. En það er náttúrulega fullt af upplýsingum í hinni sem að, halda sér áfram. En í rauninni þetta kerfi er það sem á að nota eftirleiðis. En svona þegar maður fer að labba í gegnum þetta og dregur bara andann djúpt og svona, þá er þetta nú, já, oft svona bara ekki svo hræðilegt. En áður en við dembum okkur í allt þetta kerfi, þá er kannski gott að svona sjá hvernig maður getur svona gengið í gegnum þetta og
bara kannski láta þetta vera aðeins einfaldara og það kallast að skima fyrir áhrifum á vatnsframfræði. Og ef við byrjum bara hérna á fyrsta bóksinu, þá þurfum við að spyrja okkur ákveðna spurninga. Og fyrsta bara hvort að framkvæmdin hafi áhrif á vatnsframfræði. Og ef að svar við því já, þá þurfum við að spyrja okkur annar spurningar sem hvort að framkvæmdin valdi því að vatnsfljót skipti vatnaflokk. Það að hvort það breytist úr til dæmis stöðuvatn í straumvatn eða öfugt. Og ef að svari við því já, þá getum við gefið okkur að vatnsfljótið hafi orðið fyrir umfangsmiklum vatnsformfræðilegum breytingum. En hins vegar, ef að svari við þessari spurningu nei, þá þurfum við að spyrja ykkur annar spurningar sem hvort að framkvæmdin valdi því að vatnagerð breytist mikið. Það þá til dæmis ef að bergvatn breytist í jökulvatn eða öfugt. Ef að svari við því já, þá endum við líka á því að vatnsfljótið hafi orðið fyrir umfangsmiklum vatnsformfræðilegum breytingum. En ef nei, þá förum við beina leið í þetta kerfi. Og þegar við höfum fengið niðurstöður úr því, þá komumst við að því hvort að framkvæmdin hafi valdið því að vatnsfljótið í lélegu eða slöku ástandi með tillit til vatnsframfræði. Og ef að svari við því já, þá erum við aftur komin í þennan rauða kassa hérna. En ef nei, þá getum við gefið okkur það að vatnsfljótið hafi ekki orðið fyrir umfangsmiklum vatnsformfræðilegum breytingum. Þannig að þetta svona léttir aðeins lífið svona, til að byrja með allavega að hugsa þetta svona. Annað skimunar svona ferli fyrir stöðuvötn og þetta semst í rauninni þýðing á mynd úr norskri skýrslu, það sem að vatnsformfræðilega kerfið þeirra fyrir stöðuvötn og uppstöður hann var prófað. Þá sem sagt komst þeirra því að það væri hægt að skima fyrir sem sagt því hvort að stöðuvatn væri mjög mikið eða bara mjög mikið breytt eða bara eiginlega óbreytt. Og til þess að gera það þá notu þeir 3 sem sagt matþætti og komst að því að ef að umfang miðlunar ofar á vatnasviði minna en 5% og vatnsborðssveifla innan við 2 metrar eða þá að mannvirki á bökkum og áhrif á bakkagróður séu líka lítil. Ef að þetta í lagi, þá má telja að vatni sé í góðu eða mjög góðu vatnsformfræðilegu ástandi. En ef við förum hérna lengst til hægri og sjáum hvað að gerast þar, þá á sama hátt skima fyrir því að ef að sömu matsættir eru mjög mikið breyttir, eins og þarna umfang miðlunar ofar á vatnasviði meira en 50% og vatnsborðsbreytingar eru yfir 10 metrar og semst mannvirkin, og það mikið af mannvirkjum á bökkum, þá getum við gefið okkur það að vatnsformfræði hafi, semst breytingar á vatnsformfræði séu miklar eða mjög miklar. En ef við prófum bara að gefa okkur eitt svona tilbúið dæmi og gefum okkur bara hérna við séum með stíflu og það myndar stórt miðlunarlón, þá erum við fyrst hérna með stífluna og við erum með þá rof á samfellu. Og það náttúrulega hefur áhrif á næringarefni og set sem að flyst niður ána og gerir það að verkum að lífríki ferðast ekki frjálst Við erum með, í vatnsbólnum erum við með breytilegt vatnsborð sem getur haft áhrif eins og hún Þóra talaði áðan. Og hér fyrir neðan, þar geta verið líka sem sagt, breytingar og reynsli. Það fer eftir hvort að hvers konar lón þetta hversu miklu þær eru, eða hvort að við megum búast við svona hröðum reynslisbreytingum eða hvort að farvegurinn mögulega þurr að hluta á árinu. En hvernig myndum við meta þetta? Hvaða matstætti myndum við nota? Við erum náttúrulega alltaf að ímynda okkur við búum í fullkomnum heimi þar sem við hefðum fullt af upplýsingum en það venjulega ekki svoleiðis.
En við getum til dæmis bara gefið okkur ef að við værum með einhvers konar vatnamælingar, að við gætum í stöðvarslotinu sagt til hvort það hefur verið breytingar á innrennsli og við gætum sagt til hversu miklar breytingar á vatnsstöðinni væru og þar með rúmmálsbreyting. Við gætum mögulega metið viðstöðutíma og svo hlutfallslega vatnsborðsveiflur með tilliti til meðaldýpi vatnsins. Við gætum metið flatarmál sem fer á þurrt og strandsvæði og mögulega ef við ættum mælingar á setflutningi þá getum við metið það. Annars væri það mögulega þyrfti að nota þetta viðfræga sérfræði árit og svo erum við með tengsl vatns og vatnsbakka. Við gætum sagt til það hvort það væri mannvirki á bökkum. Með straumarslotið þá vissulega eru stíflur í farvegi þannig að við gætum metið áhrifin bæði ofan og neðan við þessa stíflu og einnig suðursbreytingarnar. Við getum metið af því gefnu að við hefðum mælingar þá getum við metið þessa breytingar á vatnsbúskap sem eru þá heildarrennsli, árasti, flóðatíðni og mögulega hraðar rennslbreytingar. Ef við prófum annað svona dæmi þá erum við með og hugsaum okkur bara að þetta sé lítið lón eða rennslisvirkjun. Þá erum við aftur náttúrulega með rof og samfellu sem hefur þau sömu áhrif á lífríkið og næringarefni, flutning næringarefna. Við erum með hluta af farvegi sem með mjög lítið vatn og mögulega þurr á tímum. Ef þetta væri farvegur sem að fiskur væri í, þeir búsvæði sinni í, þá myndi þurfa að halda ákveðnu lágmarksrennsli svo að hann myndi þrífast, sem er ekki búið að þýða betur en þetta fiskfló. Og svo eru vissulega breytingar á setframburði. Svo myndum við náttúrulega hafa, í þessu tilfelli myndum við hafa einhvers konar aðrennslisgöng eða skurð og svo frárensli sem að væri þá væntanlega svona manngjert vatnslot. Og hérna neðst, þegar að vatnið er komið aftur út úr stöðvarhúsinu, þar getur, ef að keyrslan er jöfn, þá getur við verið með tiltölulega óbreytt rennsli, en ef að hins vegar er ójöfn keyrsla á raforkuframleiðslu, þá getur við þannig að vera með hraðar rennslisbreytingar sem að hefur mjög mikil áhrif á lífríki. Já. Svo var þetta nú svo sem ekki mikið meira. Jú, við ætlum að tala aðeins þennan matsæðina. Þetta svo sem bara sambærilegt við það sem áðan. Nema það að hérna myndum við áræðanlega setja inn hraðar rennslisbreytingar ef við værum með svona ójafnan framleiðslu. En annars þetta bara tiltölulega svipað sem við myndum gera og gerum áðan. Ég svo sem ekki með mikið meira. Ég datt bara að hugsa nokkrar spurningar sem að maður heyrir svona utan að sér. Og það er þessa klassíska, þarf alltaf að nota alla matstæðina. Nei, það þarf ekki og við bara höfum sjálfnast allar þær upplýsingar sem þurfa líka til grundvallar til að geta notað alla. En hins vegar, eins og Eyþór sagði áðan, þá er mjög mikilvægt að nota þá matstætti sem ná utan álagið sem verið að meta hverju sinni. Og sérfræðiálitið, það kemur oft til í þessu samhengi, en það er eins og náttúrulega bent á áðan, það er ekkert tekið úr lausu lofti, það byggir alltaf á einhver ákveðinni þekkingu. Og svo er það þessi spurning hvort það sé bein tenging á milli vatnsformfræðilegs álags og líffræðilegs ástands. Og það þarf bara að segja það að það er oft mjög erfitt að setja fingur svona beint á það hvernig vatnsformfræðilega breytingar hafa áhrif á lífríki og það er ekki sést ekki oft vel. Það var gerð bara tölfræðileg úttekt í Danmörku á öllum matstáttum sem þeir eru með og tengslum þeirra við lífríki og það voru marktækt samband milli ástand lífríkis og eins vatnsformfræðilegs matstáttar og það var þegar var búið að setja á í stokk, taka hann úr hlykkjum og setja hann í stokk. Þannig að já, það getur átt eftir að liggja meira yfir þessu. En normenn hafa líka bent á það að áhrif af breytingum vatnsformfræði geta komið
fram eftir mjög langan tíma. Og jafnvel voru það að tala sko 10 til 20 ár. Og svo bara þessi skemmtilega spurning sem við daginn. Ef að vatnsflötið í mjög góðu eða góðu líffræðilega ástandi, þarf ég það nokkuð að vera að meta þessa vatnsflötfræði. Og já, ég held að Maja myndi aldrei lega okkur annað en en það er að sérst mat á vatnsflötfræðilega ástandi þarf alltaf að liggja fyrir. Og þá bara aftur koma þessari mynd. Og þá ætla ég bara að kynna Hrönn. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Já, ég heiti Hrönn og vinn á Hafrannsóknastofnun. Kom að þessari vinnu í tengslu við vatnatilskipun fyrir 2 árum og það er ekkert að segja að lærdómskurvan sé mjög brött í þessu. Hún er frekar svona afleiðandi en ég reyni mitt besta. Ég ætla að kynna fyrir ykkur sem sagt vinnu sem er í gangi á Hafró og Náttúrufræðistofnun við að skilgreina gæða og vatnsformfræðilega gæða og matsþætti í strandsjó og árásarvatnum. Og í þessari vinnu þá erum við að byggja á Evrópustaðli sem er mjög góðu leiðarvísir hvernig meta megi vatnsformfræði í strandsjó og árásarvatnum. Við erum að nota þennan staðal mjög mikið í þessari vinnu. Þetta er verk í vinnslu, þannig ég kynni þetta undir þeirri forskrift. Þetta er tillaga að matsþáttum og eftir að fara í meiri rýni innan hús og svo hjá Umhverfis- og Orkustofnun. Þannig að þetta er svona prufukeyrsla á þessari útgáfu hjá okkur. Eins og hefur komið fram hér, þá er vinnan í strandsjó og árásarvötnum ekki komin eins langt og í stöðuvötnum og straumvötnum. Og vinnan okkar sem ég er að kynna hér, það er sérst vatnsformfræðilegu gæðaþættirnir sem er neðst, sem er svona fjólublá rammi utanum. Þannig erum við að taka saman vatnsformfræðina í strandsjó og árásarvötnum. En eins og kom fram líka áðan, þá erum við líka að vinna í að skilgreina líffræðilega og eðlisefnafræðilega gæðaþætti í árásarvötnum. Og sú vinna fellur líka undir Icewater-verkefni sem að Eydís nefndi áðan. Og við vonumst til að þessa stefnan er að það kerfi verið tilbúið í árslok 2028 eða ársbyrjun 2029. Það er mjög margt eftir í árásarvatninu þannig að það tekur töluverðan tíma. Þetta er svona til að staðsetja okkur aðeins í þessari vinnu hér. Og eins og Svafa ætla ég örstutt að nefna þetta, hvað er vatnsformfræði og ef við lítum á lögin stjórn vatnamála, þá er það skilgreint svona vatnsmagn vatnsklóts og breytingar á rennsli og vatnsborði sem eru sem sagt það sem fellur undir sjávarföll, ásamt gerð og undirlagi boss, sem er þá formfræðilegu þættirnir. Og í reglugerð 535 frá 2011 flokkun vatnsklóta, þar eru skilgreindi þessi 2 gæðaþættir, sjávarföll og formfræði. Og við erum að líka vinna með bara þessa 2 gæðaþætti í okkar vinnu. Og þetta er alveg í samræmi við þennan Evrópustaðal sem við erum að nota. Nú, hvaða eiginleikar eru það í strandsjó og árásarvatni sem að falla undir vatnsformfræði? Þessi tafla er úr þessari óútgefnu skýrslu okkar. Þarna eru sjávarföllin og formfræðilegu skilyrðin, strandsjórinn vinstra megin og svo árásarvatnið og þarna eru svona þessir umhverfisþættir sem við erum að horfa til í strandsjó og árásarvatnum. Þarna er stefna ríkjandi strauma, öldurhrif eða brimasemi, breytileiki í dýpt, kornastærð og gerð sjávarboss og svo gerð svæðisins á milli há- og lágflæðimarka sem er kannski það sem við kallum bara fjörusvæðið. Í árásarvatninu er það ferskvatnsflæði líka sem að er svona einn af þessum vatnsformfræðilegu eiginleikum. Ef ég fer aðeins nánar í þetta, er þá með strandsjóin, það er til dæmis svona formfræðilegur eiginleiki er gerð sjávarboss. Er botnin sendin eða grýttur, eru landform á sjávarbotninum sem hafa áhrif á sjávarstrauma og svo framvegis. Brimasemi er
svona stór áhrifþáttur í strandsjá og vatnslotum. Er vatnslotið skýlt eða breimasamt og þetta hefur mikið það að segja hvernig búsvæði eru í vatnslotinu og þá hvernig lífverur þrífast og þeirra fæðuöflun og slíkt. Í árásarvötnunum þá getum við hort á þessa formfræði eiginleika væri þá til dæmis gerðsvæði svo milli há- og lágflæðimarka. Er þetta leirur eða grýtt svæði, hver stórt svæði fyrir á þurrt á fjöru og þessi svæði eru þetta mikilvæg búsvæði og fæðuöflunarsvæði margra tegunda. Brimasemi hefur líka áhrif eða svona einkennandi í árásarvötnum. Þessi mynd þarna er af Skógtjörn á Álftanesi sem er hásveldulón. Og þarna skiptir líka máli í árásarvötnunum hvort að vatnslotin eru opin fyrir ágangi sjávar eða ekki. Og það segir töluvert það hvernig aðstæður lífríkisins eru, eins með ferskvatnsflæði inn í árásarvatnslot. Og hvað er það þá á Íslandi sem hefur áhrif á vatnsformfræði í þessum vatnslotum? Hver eru álagsþættirnir? Hérna er svona smá samtíningur. Þarna efst í hægra horninu er landfylling við Sundahöfn. Landfyllingar hafa áhrif á botngerð, strauma og svo framvegis og auðvitað taka yfir búsvæði og fæðusvæði lífvera. Já, í bendilinn, hann virkar. Hérna er líka brú, en þverun fjarða og brúargerð hefur margvísleg áhrif í vatnslotum. Rof til dæmis við brúarof og breytingar á straumum, veldur breytingar á straumum og setflutningum. Hérna er þverun yfir Gilsfjörð. Þetta hefur líka mjög mikil áhrif inn í vatnslotum á ýmsa þætti. Hérna uppi þið sjáið er skip. Við ætlum að færa þetta niður. Þarna er mynd frá efnistöku. Get ég ekki skrolla þetta? Nei, ég ætla ekki að gera þetta. Nei, ok, ég get ekki skrolla niður. En efnistaka og efnislosun í strandsjó og vatnslotum getur haft mjög mikil áhrif á til dæmis búsvæði og botngerð og búsvæði ýmissa lífvera. Og þarna lengst til vinstri er annars vegar mynd af höfnin í Þorlákshöfn. Ýmis hafnamannvirki geta haft töluverð áhrif á í strandsjó og vatnslotum og svo er þarna Landeyjahöfn og þarna eru svona brimvarnargarðar sem að teljast líka til eru líka álagsþættir í strandsjó og vatnslotum. Nú ef við förum að okkar tillögu, það sem við erum að vinna með, þá er líka tafla úr þessari óútgefnu skýrslu okkar og þarna erum við búin að draga saman matsþættina sem að við höfum valið úr Evrópustaðlinum sem við erum að vinna með. Þetta er ekki allir matsþættirnir úr skýrslunni, þeir eru yfir 20 en við völdum samtals, ég ætla bara aðeins að nefna hver svona kríterían var hjá okkur við valið. Það var að reyna að velja matsþætti sem fanga þessar vatnsformfræðilegu breytingar á Íslandi og nægja til að varpa ljósi á áhrif breytingarna á vistkerfin. Þannig að við völdum ekki alla matsþættina en við reyndum svona að hafa þetta sem leiðarljós í gegnum vinnuna og markmiðið er þetta auðvitað að geta metið nægilega vel frávik frá náttúrulega ástandi vegna álags af mannavöldum. Sem sagt, 13 matsþættir samtal sem við völdum, 10 í strandsjó og 12 í árásarvötnum. Þetta er ekki alltaf þeir sömu, flestir eru þeir sömu, en það er aðeins ólíkt. Tillagan að matskerfinu er sem sagt svona, við komum með þessa tillögu, þetta er mjög sambærileg töflunni sem að Svafa sýndi áðan, sýnd með þeim formerkjum auðvitað að þetta er bara tillaga í vinnslu. Þetta er sett bara upp á nákvæmlega sama hátt og matskerfið vatnsformfræðilegar breytingar í straum og stöðuvötnum. Skýrslan gefur upp viðmið til að meta umfang breytinga og mati getur farið fram annaðhvort með magnbundnum aðferðum eða sérfræðimati og það ræðst til dæmis að því hvort til eru gögn og víða í til dæmis árásarvatnslotunum skortir hreinlega gögn. Í skýrslunni er matsþáttunum lýst í texta og útskýrt
hvers vegna talið er að þeir eigi við á Íslandi og útkoman gefur síðan tölulegt gildi. Þetta er reyndar hérna er aðeins, við vorum búin að snúa þessu við að lokametrónum til samræmis, tölugildunum, til samræmis við matskerfið í straum og stöðuvötnum. Þegar við áttuðum okkur á að við vorum að vinna með að 1 væri óraskað en í straum og stöðuvötnunum var það 5 og það er óþarfi að hafa kerfið það flókið, þannig að við á eftir að snúa þessu við í töflunum. Og svo þegar matið er unnið þá á maður geta fengið svona útkomu þar sem að talan 1 eða sérst 5 í raun og veru gefi þá til kynna nærri náttúrulegt ástand en 5 eða 1 mjög miklar breytingar á vatnsformfræði. Ef við horfum aðeins meira á matskerfið, þarna er matsþáttur, formfræðilegur matsþáttur sem að gildir bæði í árásum og straumvötnum, afsakið strandsjó. Mannvirki á strandlengju og varnargarðar og bryggjur falla undir þennan matsþátt og þarna er mynd á Landeyjahöfn. Mannvirki við strönd hafa áhrif á náttúrulegan flutning á vatni og seti og þar með áhrif á búsvæði lífvera í vatnslátunum. Og þessi matsþáttur, hann á að geta metið sérst umfang áhrifa þessara mannvirkja á strandlengjuna. Og matið er gert með því að einfallega meta hlutfallslega lengd strandlengju sem er undir áhrifum af mannvirkinu, miðað við heildarlengd strandlengjunar. Og svo er líka lagt til í skýrslunni svona tillaga að gögnum sem megi nota og það væri þá í þessi tilviki til dæmis fjarkönnunargögn, loftmyndir, kort, ýmiskonar og líka upplýsingar úr vettvangsrannsóknum. En þetta mat gæti farið fram með magnbundið eða með sérfræðimati. Og ég ætla að taka líka einn þátt úr sjávarföllunum, brimasemi, gildi líka eins og ég sagði áðan bæði í árásarvötnum og strandsjávarvatnslátum. Brimasemi, einnig nefnd öldurhrif, hefur áhrif á botngerð, vatnsdýpi, rof, setflutninga, búsvæði lífvera og þar með á virkni vistkerfana almennt. Breytingar á brimasemi geta orðið auðvitað af náttúrulegum völdum en einnig vegna mannvirkjagerðar, bæði á hafi úti til dæmis, segjum til dæmis vindorkugarðar, brimgarðar, gervirrif og líka við ströndina, hafnir, bryggjur, varnargarðar, grjótgarðar og svo framvegis, ýmislegt sem við tengjum til dæmis við hafnir. Brimasemi getur einnig breyst vegna dýpkunar, efnislosunar og efnistöku sem hefur áhrif á botnlögun í vatnslátunum. Og eins og hefur komið fram þá hefur brimasemi mjög mikil áhrif á lífríki fjörunar og er svona afgerandi þáttur þar. Matið á brimasemi fer aðalega fram með sérfræðimati en það er hægt að gera magnbundið ef við erum með mjög svona afmarkað svæði. Bara þetta að lokum að við erum ennþá að vinna í þessu og við stefnum á að þessi skýrsla komi út núna í sumar eða í haust. Já, takk fyrir.